Já, góðan daginn og velkomin á kynningu á náminu í viðskiptafræði með áherslu á verkefnastjórnun. Uh, Það heitir runni forysta og verkefnastjórnun í dag. Með mér er hérna Ingibjörg Arnarsdóttir sem er nýútskrifuð með MLM-gráðu og Berta Óladóttir sem er líka nýútskrifuð með MS-gráðu frá hérna Bifröst í einmitt forystu og verkefnastjórnun og ég ætla aðeins að kynna hérna út á hvað þetta nám gengur og svo ætlum við að taka spjall svona hvernig þær hafi upplifað námið og hvernig hafi gengið og svona. Við reynum að vera skemmtileg, ég lofa einhver samt. En já, það heitir sem sagt meistaranám í forystu og verkefnastjórnun. Báðar leiðirnar eru sem sagt 90 einingar. MS-gráðan er þannig að nemendur taka 10 námskeið og skrifa svo lokaritgerð sem að telur þá 30 ECTS einingar og hvert námskeið telur 6 einingar, þess vegna er þetta sem sagt 10 námskeið. Þeir sem að taka MLM-gráðuna fá jafnmörg ECTS-stig en ljúka 15 námskeiðum. Og þetta er svona lágmarkið. Það má alveg taka eitthvað nokkur viðbót ef maður vill. En maður þarf að ljúka sem sagt 90 einingum. Og þetta er svona stutt mynd af þeim námskeiðum sem að eru skyldan í MLM-náminu. Og það er á sama við MS-námið nema aðferðafræði. Þannig að hér komið á námskeið í stefnumótun og framtíðarsýn, í teymisstjórnun, í straumlínustjórnun og skipulag. Straumlínustjórnun er lean management. Síðan eru fög merkt B og þá getur maður valið annaðhvort jákvæða leiðtogafræði eða þjónandi forystu. Allir koma svo að sjálfsögðu í verkefnastjórnun, eins og nafnið á línunni gefur til kynna. Og síðan erum við með ákvarðanatöku og líkanagerð, sjálfbæra stjórnun, kenningar í leiðtogafræðum og fyrirtækja samskipti. Þetta eru skyldufögin og þeir sem eru sem sagt á þessari línu MLM, þeir geta svo valið önnur námskeið sem ég tel ekki upp hér vegna þess að það er úr það miklu að velja. Og hér er svona stutt yfirlit eða sama yfirlit yfir meistaranámið með lokaritgerð og þið sjáum að hérna lengst til hægri neðst við bætt við aðferðafræði. Það þarf maður að taka þá með líka. Meistaranámið er sem sagt 90 ECTS og getur tekið 1,5 ár, sumir eru lengur og það er bara eigið val. Við kennum í fjarnámi og allir fyrirlestrar eru á netinu. Við tölum inn á sem sagt, við tökum upp fyrirlestrana og leggjum þá síðan inn á það sem við kallum Canvas sem er það er svona netsvæði sem við notum fyrir allt námskeiðið, fyrir fyrirlestrana, fyrir námsefni, upplýsingar og verkefni og námsáætlun, eða sem sagt kennsluáætlun. Þannig að þetta eru sem sagt fyrirlestrar, það eru umræðutíma líka. Við erum með, þetta er misjafnt eftir námskeiðum, hvað eru haldnir margir fundir með nemendum. Við kallum það á Teams-fundi, vegna þess að það eru venjulega haldnir á Teams. Nemendur vinna mikið saman í hópum og gera það þá venjulega á Teams, eða þau eru aðallega hvaða verkfæri þau nota. Við þá kallum það plattform. Við ætlum aðeins að sletta. Síðan erum við með stundum gestafyrirlesara og svo kallar vinnustofur. Og vinnustofarnir eru nú oft staðlóturnar. Þeir sem eru á stuttri lótu, stutt lóta er sem sagt hálf önn. Þá mætir maður einu svona staðlótu. Ef maður er á langri lótu, þá eru maður sem sagt á heilli önn og þá eru tvisvar sinnum staðlótur. Og þetta miðast þá við sem sagt hvert námskeið.
og þessar lotur þær taka 7 vikur hvor. Staflóturnar hafa verið undanfarin ár í Borgarnesi og Hvanneyri. Við höldum engar staflótur á Bifröst sjálfu og það er vegna þess að við höldum að loka húsnæðinu út af raka. Þannig að það er ekki, sem sagt við notum það ekki og það er svona upp á hefðinu og svona til þess að vera trú okkar uppruna að þá erum við með staflóturnar í Borgarfirði. Kennararnir eru oft starfandi sérfræðingar á hverju sviði fyrir sig, sem sagt vinna þá með það sem þeir kenna. Þeir sem eru fastráðnir hjá okkur, þeir eru náttúrulega að vinna með, sem sagt kenna mismunandi fyrirlestra, mismunandi námskeið og síðan stundar rannsóknir. Svo erum við líka með stundakennara og þeir eru jafnvel að starfa við það sem þeir kenna. En samkvæmt okkar reynslu þá eru okkar kennarar mjög færir í því sem þeir eru að gera. Við höfum sterk tengsl við atvinnulífið og til dæmis í verkefnastjórnuninni þá erum við með gott samband við Verkefnastjórnunarfélag Íslands sem einmitt koma stundum og halda fyrirlestra fyrir okkur og þar getum við fengið vottun í verkefnastjórnun og við bjóðum upp á 10% afslátt af því gegnum skólann. Þannig að við mælum alveg með því að fólk fái vottun á einhverju tímapunkti þegar það er búið með námið eða námskeiðin. Og við reynum að sérsníða námskeiðin eftir hverju áherslu. Það eru 4 námskeið sem eru algjörlega tengd við verkefnastjórnun en önnur námskeið í stjórnun og mannauðsmálum til dæmis eru líka sem sagt kennd eða sem þar eru með nemendur frá fleiri námsbrautum og stundum í þessum sérsniðinu námskeiðum þá erum við með líka nemendur og öðrum áherslum. Við reynum að halda upp í persónulegri þjónustu, það hefur aukist svo mikið af nemendum hjá okkur síðustu árin. Eftir að skólinn varð sem sagt voru á ríkisfjárlögum og það fjölgaði helming, sem sagt að tvöfaldaðist nemendafjöldi í skólann en á þessari námslínu hefur hann fjórfaldast sem sýnir að það hefur verið mikill áhugi á verkefnastjórnun enda fólk gerir sér grein fyrir því að verkefnastjórnun er núna nýtt í öllum starfssviðum. Þetta var kannski svolítið meira fyrir verkfræðinga og tölvunarfræðinga en í dag er mjög mikið verkefnastjórnun og fólk þarf að kunna skila á verkefnastjórnun í öllum sviðum atvinnulífsins. Við sem sagt reynum að halda persónulegri þjónustu þó við séum svona mörg og það þýðir að við erum að svara mörgum tölvupóstum á viku og bjóðum líka nemendum upp á að funda með okkur, hvort sem það er í hópunum eða sem einstaklingar á meðan á námskeiðunum stendur eða bara eftir það. Og einnig þegar við erum að leiðbeina nemendum í sínum lokaverkefnum, hvort sem það er á grunnstiginu eða meistarastiginu. Það eru það bil 16 fastráðnir kennarar í viðskiptadeildinni og 30-35 stundakennarar. Við erum svo með aðstofakennara og gestafyrirlesara. Þannig að við nýtum okkur það að vera með aðstofakennara við að fara yfir verkefni. Oft er þetta fyrrum nemendur sem að hafa staðið sig einstaklega vel og hafa góð tök á einmitt námsefninu. Það eru stundum jafnvel skarpar en kennarinn í því. Umsóknarfresturinn er til 5. júní. Maður þarf að hafa grunngráðu á háskólastigi með 180 einingum, þess að bachelorgráðu. Það stendur nú hérna eða sambærilegt, en þetta miðast venjulega við bachelorgráðu. Það er sem að skólagjöldin voru felld niður, en það er innritunar og skráningagjald sem ég er ekki alveg klár á hvað er hátt núna, en þið finnið það með því að fara inn á heimasíðuna hjá Bifröst. Þið getið haft samband við okkur, hvort sem það er verkefnastjórnin í
meistaranáminu Guðrún Olga. Við erum líka með náms- og starfsráðgjafa, hún heitir Helga Rós. Svo hefur við starfandi deildarforsta sem heitir Rakel og sjálfur heiti ég Sigurður. Og ykkur er velkomin að hafa samband alveg eftir þörfum. Takk fyrir að fylgjast með og nú ætlum við kannski aðeins að spjalla námið. Þannig að ég ætla að fara út úr deilingunni hérna. Þannig að við sjáumst betur. Já. Ingibjörg og Berta. Berta, ert þú með myndavél hjá þér? Nei, hún er ekki að kveikja á sér. Ég fæ alltaf bara denied access og ég næ ekki að kveikja á henni. Allt í lagi, en þú ert hérna á staðnum. Já, ég er hérna. Já, og velkomin líka Selma, þú mátt alveg kveikja myndavél ef þú vilt. En hérna, mér langar að spyrja ykkur, hérna Berta og Ingibjörg, þeir eru báðar búin með námið. Hvað stendur upp úr hjá ykkur? Ef við byrjum bara á að hérna, ræða svona ferlarnir í náminu, svona að vera í meistaranámi við Háskólann á Bifröst. Sko fyrir mitt leyti þá finnst mér bara rosalega þægilegt að þetta er náttúrulega fjarnám og sem gerir mann rosa mikið kleift að stunda vinnu og haga sínum tíma bara eins og manni hentar. En það sem stendur allar mest upp úr er öll hópavinnan. Svo mikið af hópavinnu á Bifröst og maður kynnir svo rosalega mikið af fólki og maður lærir svo mikið inn á hvernig að vinna í einu teymi. Þannig að það var engin hindrun að þetta væri allt á netinu með að kynnast fólki? Nei, það var bara þægilegra ef eitthvað er. Já, þetta ekki að fara á staðinn. Nákvæmlega. Hvað segir þú Berta, hvernig upplifir þú þetta? Já, það er eiginlega svipuð upplifun á mér, sko. Mér fannst standa mjög mikið upp úr að geta stundað þetta nám samhliða því að vera bara í fullu starfi. Og það er auðvitað mjög krefjandi en þetta þurfum við ekki að mæta og geta gert þetta í sínum frítíma, það finnst mér vera bara mjög mikilvægt. En það sem að kannski stóð líka upp hjá mér er hvað áfangarnir voru svona í takt eiginlega við svona raunheiminn og ég sé það bara svona eftir að ég fer að vinna meira með verkefnastýringu og svoleiðis að hvað þetta í raun og veru er að nýtast mér í mínu starfi. Já, þannig að þetta er svona, þetta var ekki svona kannski eitthvað fjarlægt, einhverja bara kenningar sem að þú ættir að reyna að skilja og kannski ekki setja í sambandi við raunveruleikann. Nei, og mér fannst maður að fá svona ákveðin tól, það eru áfangar eins og ákvarðanataka og líkanagerð og verkefnastjórnun og svona sem að maður getur notað svo áfram eða tekið með sér inn í bara vinnuna eða hvað það er. Já, akkurat. Já, það er gott að heyra. Þannig að ykkur finnst báðum að þið hafa fengið mikið sem sagt svona, já, góða þekkingu og verkfæri sem þið gáttu bara að byrja að nota þegar þið voru útskrifaðar. Já, ég myndi segja það. Ég er í eigin rekstri þannig að það var mikið sem ég gat nýtt mér bara með öllum áfangunum sem eru kenndir, leiðtogafræðin og allt sem fylgir öllu náminu. Maður gat nýtt mikið inn í störfunum sínum, sko. Og góðan skilning á hérna stjórnun, hvernig á að hvetja fólk áfram og já, bæði sem sagt varðandi þetta starfsánægi en líka kannski að fólk sjá svona betri tilgangi í því sem það er að gera. Já, sko, það var rosalega oft það sem maður lenti í alls konar maður tók áfanga og samhliða þegar maður var að læra námsefni þá var maður að lenda í ýmsum aðstæðum bara á meðan maður var í vinnunni. Þá gat maður svo tengt þetta vel saman. Já. Þannig að kannski kvöldin áður var ég að hlusta okkur fyrirlestur starfsánægju og síðan allir daginn eftir að var ég, ég ætla að prófa þetta. Já. Þannig að þetta var svona svolítið í beinni bara að gerast allt svona. Já. Er eitthvað við skólann sem að mætti bæta hjá okkur? Því að mér er svona ágætt að sko maður er voru ánægður að heyra hrós sko og vita að við erum á réttu leið og erum að gera okkar besta.
En mér finnst líka alltaf að vera bara hreinskilinn ef það er eitthvað sem að getur verið öðruvísi. Eða fólk kannski má skilja að við erum ekki eins og háskóli sem að er með staðkennslu. Það getur haft einhver áhrif. Þið segið að þið hafið tengt vel við nemendur þrátt fyrir að vera á netinu, þannig að kannski hafði ekki áhrif. Og eins og einmitt þú segir líka, Berta, að þið náttúrulega báðar eru sömu aðstöðu, þið eru í fullri vinnu og geta valið þá sem sagt fyrstulega eru ekki eða einhverjum tíma sem að getur nú verið einmitt frá kannski, ég veit það ekki, tiltölulega langur tími í að ferðast á milli og í öðru lagi að geta valið þann tíma sem að maður sem horfir á fyrirlesturina í staðan fyrir kannski að mæta 8 á mótni ykkur staðar og hlusta á fyrirlestur og svo er kannski ekki kennsla næstu 2 tíman og síðan næst kl. 12 eða eitthvað svona og dagurinn fer rauninni alveg bara í þetta. Er kannski haldið að það geti bitnað einhvern veginn á náminu að það vanti meira innihald? Eða er bara skilvirknin á hærra plani? Kannski svona bara að maður getur náttúrulega ekki verið að spyrja í rauntíma eins og maður Nei. gæti mögulega í skólastofu. En mér finnst samt hafa meira vægi að þetta sé allt á netinu og maður getur alltaf sent ef maður hefur einhverjar spurningar og eins og ef það kemur eitthvað upp á, þú veist, þetta er mikil hópavinna og mér finnst það líka mjög mikilvægt af því að það kennir manni líka svolítið bara á atvinnulífi, þú veist, maður vinnur mjög mikið í hóp í atvinnulífinu og ef það kom upp eitthvað vandamál þá allavega mín upplifun var svo að það var alltaf tekið á því og maður fekk alltaf svör frá kennurum og þú veist, mér fannst allavega aðgengi að fólkinu vera mjög gott þó að þetta væri stór hópur og maður væri ekki með fólkinu í tímum eða svoleiðis. Já, einmitt. Já, maður finnur það að þegar maður er svona á netinu þá maður dettur í hug einhver spurning og þá er maður kannski að skrifa hana og senda hana á stað í staðan fyrir bara að segja hana. Og maður getur Mér finnst það samt alveg líka ekkert eitthvað, mér finnst það ekkert vera eitthvað galli út af því ég var alveg verið með fullt af spurningum en það sem hefur kennt mér mest er að út af því að ég er svo óþolum að ég nenni ekki að býta til svari að þá ger ég mitt allra besta ég reyna bara að finna út af hlutunum sjálf ég sendi tölupost ef ég er alveg strand en ég hef lært miklu meira af því að bara finna út af hlutunum. Já. Sem að gefa manni ákveðið forskot. Nákvæmlega, þetta er hvað myndi það kallast? Þetta er svona vandamálarlausnir. Nú er ekki með alveg íslenska orðið en maður notar það mikið í með háskóla umhverfinu, það er svona problem solving. Að fólk lærir svona að greina, hvað snýst vandamáli hjá mér og læra svona, læra smá saman að greina þau betur og finna lausn. Þetta er góð punktur. Heyrðu, það er spurning í tölvupóst sem að ég held að sé nú reynda til nemendana en þú mátt að sjálfsögðu svara að það er bara hvernig eru þau með ykkur ráð, hvernig gekk ykkur að vera í fullu námi og í vinnu, hvernig er eitthvað svona trikk við það sem að þið lærðuð? Sko, ég sjálf er með 2 börn, hund, eiginmann, fyrirtæki í fullri vinnu og allt sem tilheyrir. Þannig að fyrir mitt leyti er að vera með gott tengslanet, númer 1, 2 og 3. Og síðan líka að leggja sig fram í það að kynnast nemendum. Út af því að ég var með bara dundur flottan hóp sem að við vorum að skiptast á að milli okkar að hjálpa að glósa og líka bara sem ákveðin stuðningur í gegnum námið. En síðan, og síðan bara skipuleggja tíma sem vel, alltaf við upphafi annar þá skráði ég allt niður í dagatala hjá mér, allar svona deadlines og skilafresti og lokapróf og fyrirlestarna og staðlótur og til þess að vera með allt skipulagt fram í tíman. Þannig að skipulag númer 1, 2 og 3, það er alveg 100%. Já, ég held að ég sé alveg sammála því það skiptir mjög miklu máli að vera með gott skipulag og
einmitt að þú veist vera búin að skrifa niður hvenær það eru verkefni og verkefnaskil og hvenær og kannski gefa sér tíma í að horfa á fyrirlestur og gefa sér tíma í að þú veist því það er svo auðvelt að bara svona að ég horfa á þetta seinna og mér fannst mjög gott að bara á þriðjudögum þá horfði ég á fyrirlestur í verkefnastýringu, á miðvikudögum þá horfði ég á mannastjórnun. Þannig að ég held að það skipti rosalega miklu máli. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta. Þetta er áhugavert. Það koma þarna nokkur lykilorð. Það er sem sagt tengslanetið, sérstaklega fyrir fjölskyldufólk og síðan að vera skipulagður og nýta kannski alla tækni sem að í boði er. Það er svo auðvelt í dag að fá skilaboð á símann sinn yfir einhverjum fundi sem maður er búinn að setja inn í dagatalið. Þannig að finna sko bestu leiðina fyrir hvern og einn eftir hvað þeir eru að nota. En venjulega eru öll þessi forrit sem við notum í dag eins og Outlook. Þetta tengja það við sem sagt símann og fá skilaboð. Ég finn það bara sjálfur, ég þarf að vera mjög vel skipulagður í þessu og ég sé kennarmein og það eyðir svona óvissu og dregur úr stressi að maður sé skipulagður. Það muna svakalega miklu. Tengslanetið þetta líka sé svona gott samband við þá sem eru í kringum hann. Það er nú bara svona eftirfylgni spurning sem ég reynda kemur bara frá mér að því að þið nefnið, Ingibjörg, þú nefndir tengslanet. Hvernig fannst þér að kynnast samnemenduðinum að því að það eru þetta er svo mikið á netinu? Sko, ég náttúrulega þekkti suma svona frá bara það sem bara mínum bara í lífi, en það er alveg fullt af fólki sem að ég bara hoppaði inn í hópa með án þess að þekkja neinn og það var bara hoppa á Teams-fundi, gert messengerspjöll og mér fannst það svo sem ekkert mál. Sko, ég er alveg, ef ég fæ aðeins að sletta en ég er algjör introvert alveg innstu beinið. Þannig að það var ekkert eitthvað auðvelt fyrir mig að svona, hvað segir maður, svona put myself out there. En það var samt sem áður frekar auðvelt út af því að þetta var bara, ég horfði bara á þannig, þetta er bara allt fólk sem er bara í nákvæmlega sömu stöð og ég er bara í námi að reyna að klára þetta og afla sér þekkingu og já, þannig að það gerði eitthvað neginn auðveldara og síðan líka bara deila með samnemendum bara hvað maður er að ganga í gegnum og fá skilning og veita öðrum skilning og já, mér fannst það bara geggjað og ég var með rosalega flottan hóp sem ég studdi við og bæði studdi við mig og mér fannst þetta frábært. Takk fyrir. Berta, vilt þú svara þessu líka? Já, ég var alveg í smá svipaðri stöðu. Ég fór inn í þetta nám með mömmu minni, þannig að ég þekkti hana. Þannig að við vorum saman í þessu, en síðan, þú veist, lendir maður í hópum og við vorum einhvern veginn alltaf með sama fólkinu í hóp, af því að maður kynnist þessu fólki og finnur fólk sem er gott að vinna með. Þannig að þó ég hafi þekkt hana, að þá fannst mér samt svona kynnast fólki og var einmitt alltaf með svona minn kjarnahóp sem við unnum saman í verkefnum. En síðan er það líka oft þannig að maður má ekki velja í hópa og það er líka alveg gott að því að þá svona kynnist maður öðru fólki og fær að vinna með alls konar fólki og fleira fólki og það er líka, fannst mér mjög mikil svona lærdómur, bara eitthvað sem maður getur líka tekið með sér út í bara lífið og atvinnulífið. Já, það er einmitt sérstaklega í verkefnastjórnun sem að skipti máli að maður sé tilbúin í það að vinna með hverjum sem að maður kannski eitthvað sagt sem svo að maður lítist ekkert á í upphafi, kemst maður venjulega af því að viðkomandi er bara frábær samstarfsaðili en að læra að vera ekki alltaf einhvern þægindaramma og vinna með fólki með að því að til dæmis í verkefnum skiptir bara mjög miklu máli að fólk komi inn með mismunandi þekkingu, sín svona sér svið. Takk fyrir þá. Allavega mælendaskrá tæmd, þannig að það er spurning hvort að þið viljið kannski bara taka hring og með loka orð.
Það er hins vegar búið að deila á samfélagsmiðlum núna aðgang að umsóknarvefnum. Það má alltaf senda e-mail á bifröst@bifröst.is ef að ykkur er með fyrirspurnir, sama á við samfélagsmiðluna og já, það er eiginlega ekki meira sem þarf að koma svona tæknilega fram. En eru ykkur loka orð? Og fyrir mitt leyti þá mæli ég eindregið með þessu námi fyrir í rauninni allar starfsgreinar. Ég get ekki ímyndað mér starfsgrein þar sem að þetta nám myndi ekki henta. Já, það er einmitt, ég get alveg verið sammála því, þú veist, ég er með tölvunarfræði bakgrunn og hafði ekki heyrt marga sem fóru í þetta, en það getur alveg verið að það hafa margir farið, en mér fannst þetta einmitt hjálpa mér bara mjög mikið að því þetta opnaði bara ennþá fleiri dyr og ég var einmitt að hugsa fyrir þennan fund bara, já, ég held að þetta eigi við bara hvaða starfsgrein sem er, þannig að ég myndi allavega mæla mikið með þessu námi. Já, við hlökkum til að fá nýja nemendur. Það er alltaf skemmtilegt þegar við erum að byrja með nýja hópa. Við reynum að passa upp á það að námið sé í stöðugri þróun og fólk njóti sín í náminu og gerum okkar besta til þess að upplifunin verði góð og sjálfsögðu að fólk fái með sér bæði þekkingu og verkfæri til þess að vinna með áfram. Svo takk kærlega fyrir að hlusta og takk innilega Ingibjörg og Berta fyrir að vilja koma og taka þátt í þessu. Takk fyrir mig. Takk sömuleiðis. Takk kærlega.